Karolína, bara leikurinn Norður Íra á morgun, bara hvernig ertu stemmd? Bara við erum viðstandar, ekkert smá gaman að koma loksins saman aftur eftir EM. Það var svolítið erfitt að skilja við liðið þá en við ætlum að gera betur nú. En bara æfingavikan verið góð? Já, bara mikið af nýjum áherslum, fáum náttúrulega nýja menn inn í teymið og bara já, mjög góð tilfinning. Hvernig líst þér bara á nýja teymið? Bara mjög vel, maður skynjar þekkinguna frá þeim, það er mikið reynsla bara í báðum Amir og Óla og bara gott að fá ferskt blóð inn. Það er svona ferski vindar í landsliðinu, líka 3 nýliðar í liðinu, svona hvernig líst þér á þær? Bara mjög vel, það eru frábæra leikmenn, alltaf gaman að fá sérstaklega ungar inn, þær hafa verið mjög flottar og ég er spennt að sjá hvernig þær koma inn í hann. Koma vel inn í hópinn? Já, so far so good. Og bara svona stemningin í hópnum góð? Já, það vantar aldrei, stemmingin er alltaf góð í þessum hóp og við erum allar mjög góð vinkonur. Þetta er bara leikurinn á morgun, svona hvernig leik býstu við? Hörkuleik, þetta er kannski svolítið öðruvísi lið heldur en við erum búin að vera að spila í síðustu árin. Þær eru meira að fara á baku vörnina heldur en að vera að spila inn á miðjuna, en ég held að við séum búin að fara vel yfir þær og við erum tilbúin. Íslenska liðið, er það sigurstranglara fyrir leikinn eða hvað? Já, ég meina við förum inn í alla leiki til að vinna og þetta er engin undantekning. Þannig markmiðið er einfalt á morgun? Heldur betur, sigur. En svona bara hvaða áherslur, er einhverjar breyttar áherslur í þessum leik þá með síðustu leiki sem liðið hefur spilað? Við ætlum bara að reyna að bæta okkur sóknarlega held ég. Við erum góðir í vörn, við vitum það og okkur finnst þægilegt að verjast en við hefum verið að ströggla kannski mest sóknarlega og ég held að við verðum að reyna að skapa fleiri færi, komast í betri stöður og leikurinn á morgun fer kannski í það meira. Hvernig svona bara sérðu fyrir að íslenska liðið verði bara meira með boltann og þurfa að taka frumkvæði eða hvað? Já, kannski hægt að segja það fyrirfram en svo fer maður í leikinn og getur margt breyst en eins og staðina núna þá ætlum við allavega að fókusa á að ná góðu possessioni. Svona aðeins að þér bara út í Ítalíu, hvernig hafa svona fyrstu mánuðirnir bara verið? Bara mjög fínir. Ég fíla Ítalan, það er smá öðruvísi að koma til Ítalíu frá Þýskalandi, svona menningin öðruvísi en fótboltinn er mjög skemmtilegur, bara kemur vel inn í þetta. Ánægð með þessa breytingu hjá þér? Já, klárlega. Þetta er eins og ég segi mjög svona tæknileg deild, þannig að það er gaman fyrir mig að prófa eitthvað nýtt. En þetta er, já, eins og ég segi, það er mikið álag, Ítalinn æfir mikið og ég meiddist smá daginn en ég er komin tilbaka og ég er bara mjög spennt fyrir næsta árum. Líka gott að hafa Cecilíu með þér þarna úti? Já, klárlega. Alltaf gott að hafa svona einn Íslendingi með sér og við erum mjög nánar þannig að það er hrikalega gott. Takk hérna. Takk.